þessum að þá komið að te dagsins. Svo til, já. Give me tea. Og ég helli upp á. Já, takk. Alltaf hef gott, eins og við segjum, í byrjun hvers einstu þáttar, að setjast niður og fá sér tebolla. Og ég mæli með fyrir þá sem að horfa á tebolla á YouTube, að pröfa að fá sér tebolla gríns. Með. Af því að þú veist í alveg, þetta gerir gett mikið svona moment. Já. Sittist niður með glóðuvolt te. Algjörlega. Og hlustið. Og ef þið eruð að horfa okkur á YouTube, þá var geggjað að taka okkur á Instagram sem við sjáum. Já, það var gaman. Af því að við elskum að sjá hverjir eru að horfa og hverjir eru að hlusta. Og gaman að sjá hvað fólk hefur fjölbreyttan, þú veist, bara mismunandi skoðanir á hvernig þælast að hlusta að horfa á podcast. Já, nákvæmlega. Því að þú veist, ég hlusta. Já. Þú ert meira horfari. Já, ég er meira horfari. Svo gaman. Ef það boðið upp á það, þá alltaf, þú veist, þá gerir ég það, sko. Já, einmitt. Skemmtilegt, sko. En líka ef þið eru að horfa, þá má ég endilega subscribe á teboðið á YouTube. Já, og þá líka sko að því að smá hacks fyrir ykkur sem subscribe-ið. Við setjum ekkert alltaf í story og Instagram eða þannig að þátturinn sé komin út nákvæmlega sama tíma að gera það. Nákvæmlega. Oft eru við bara, þú veist, ákveða hvað við ætlum að setja í story eða bara náum ekki alveg að, þú veist, setja eitthvað inn á nákvæmlega sumu sekundu. En þeir sem eru subscribed, þeir fá tilkynningu. Þeir fá tilkynningu í síma sinn. Eða þú getur kveikt á tilkynningunum eða ekki í YouTube. Já, þú getur kveikt með því að íta á litla svona bjöllu út í horninu. Og þá veistu af okkur. Já, þá veistu það fyrst. Já. Þannig að, já, það væri mjög vel þegið. Það væri mjög vel þegið. Þetta búið að vera sjúklega crazy síðustu 24 sólarhringar. Að það ekki? Jú. Hvernig líður þér? Bara, mér líður, það geðveikt skringilegt að vera búin að vera með eitthvað leyndamál í tæpa 3 mánuði. Nákvæmlega. Og segja ekki neinum. Og svo núna einhvern veginn vera búin að segja öllum. Já. Þetta ekki að skrítin tilfinning. Svo gaman. Loksins, en núna þarf ég ekki vera alltaf að svona, allt í næstu ég búin að segja, svo bara nei. Já, einmitt. Nei, líka bara því að þú veist, að því að margir er ekki léttir að vera búin að segja, þú veist, jú, það er alveg léttir, ég myndi ekki segja að vera eitthvað kvöl eða eitthvað. Nei. En það er samt gett mikið svona, wow, everyone knows. Ángríns, skrítið. Já, ógeðslega skrítið. Og ég svo marga vini líka úti, eftir að vera í skóla til dæmis, úti sem voru að senda mér bara, oh my god, what the hell. Já, það er sjokki. Já, það var eitthvað, býtu, ha? Þannig að það var mjög fyndið líka, gaman að fá þannig viðbröð líka frá þeim úti, eitthvað svona, þú veist. Þið búin að fá endals líka skilabóðum bara svona fólki sem að þú þekkir kannski ekki endilega vel eða eitthvað. Háránlega mikið og að við settum þetta líka á Facebook og þá eru allar vinkonumömmunar og þú veist, allt það skilur þú veist, foreldra okkar vinir þeirra eru farnir og maður er bara svona, oh my god. Wow, ég verði bara overwhelmed að hugsa öll skilabóðin sem þú fékkst. Alveg í gær þegar við vorum upp í íbúð þannig að við erum svona leggja loka hönd og allt þar og við vorum svona, ok, við ekki bara setja síman frá okkur og bara, þú veist, fara að þrífa barbyggið. Ég hugsaði eitthvað, ég ætlaði eitthvað að tala við í gær, svo ég bara, það er eiginlega nóg ég bara komst ekki í skilabóðum mín. Já, þú veist, ég sendi þér eitthvað eitt skilabóðana áður en þú postaði tilkynningunni. Hvað var það aftur? Bara eitthvað svona vinnutekt. Já, ok, mann ekkert hvað var. Og já, þú veist, þú eru ekki eins og búin að sína það, sko. Nei, eru ekki. Þannig ég bara, ég ætla bara leifinni að já, það er nóg að skilabóðum gangi hjá þess. Já. Datt mér í hug. Það var þannig. Og fyrir þá sem eru búin að horfa, þá var ég með eitthvað í augunum og ég er pota endur stegað. Lænaði þig. Já. I'm good. I'm great. Þið veitir hvað það er. Já, þannig að þetta var ógeðslega skemmtilegt að vera búin að segja öllum samt skrítið. Mikið að skilabóðum, ógeðslega gaman samt. Sjúklega spennt. En fárlega skrítið að allir vita. Já. Og já, ég bara, það er fyrst eina sem ég get sagt. Maður er ekki búin að spyrja, ég veit ekki, kannski hefur teboða gestirnir ekki áhuga að heyra þetta en kannski hafa þær, en allavega maður er ekki búin að spyrja bara svona hvernig er þetta líðan búin að vera. Ég veit að þú veist það náttúrulega. Því að I've been complaining to you. Já. En ég get allavega sagt ykkur það, ef að, þú veist, þið verðið eru óléttar á fyrstu skrefum, oh my god, hvað ég var þreytt. Bara constantly. Get ekki ímyndað mér, sko. Þetta var bara, þetta hitta fólk misjafnt, sem ég finn ekki fyrir neinu og sem ég finna fyrir miklu og auðvitað bara fólk misjafnt og enginn eru jafn misjafnt eins og mörg, skilur. En hjá mér var þreytan með því mesta og þetta var bara þannig ég fann að sofa klukkan 8 á kvöldin. Já. Ég bara, hvað er það? Þetta var bara, þetta var svakalegt. Það var ekki kósí samt.
líka kósí, sko. En að sofna þegar maður ógeðslega þreyttur. Ég veit það. Það er ekkert betra, sko. Það er ekkert betra. En, já. Hvernig ertu samt núna? Þreytur að fara. Okay, en finnur það samt ekki bara á mig líka? Jú. Já. Það var alveg tímabil, svona kapli. Já. Sem þú varst bara að sóna. Bara 100%. Og þú treystir ekki til að fara út að gera neitt eftir kvöldmat, skilur. Eftir vinnu. Já, eftir vinnu. Eftir 5, skilur. Þá vissi ég bara að ég var að fara heim, kvöldmatur 6-7, svo var ég bara svona að sofa. Nákvæmlega. Og ég var alltaf bara, ok, Gunni, ég farin upp í rúm, hann bara, núna? Ég var bara, já. Náðu að horfa neitt svona skemmtilegt í sjónvarpinu eða eitthvað, skilur, þegar maður bara farin upp í rúm svo ógeðslega snemma. Nákvæmlega. En vonandi allt þess virði. Já, þetta verður allt þess virði, 100%. En svo bara Get your sleep while you can, sko. Já, ándjóks, fólk segir það, sko. Já. En svo líka bara, mikið flöguleiki. Já. Mikið þannig. Hef ekki ennþá ælt. 7-9-13, þá ekki, vonandi gerist það ekki. En hef ekki ennþá ælt, en verið mikið flugurt og óglatt og svo finnst mér rosalega vond lykt af fisk. Já, That's about it. En já, annars er maður bara nokkuð góður og hress og maður er bara heilbrýr og góður, sko. Nákvæmlega. Þannig að það er mjög gaman. Já, þetta verður skemmtilegt ferðalag. Þetta verður gaman. En ég ætla samt bara að preysa allar þær konur sem eru kannski að horfa og eru búin að eignast barn eða fara að eignast barn bara. Það er beyond me hvernig fólk getur gert þetta í 9 mánuði. Oh my God. Þessi 3 mánuðir, eða þú veist, ok, ég vissi þetta nú ekki alveg strax, en svona þessi 2 mánuðir sem ég hef vitað þetta, ég er búin að vera, þeir eru ekki búinir að líða. Ég held að það sé ógeðslega líka hægt að líða til að byrja með. Já, ég held það líka. Sem núna, þú veist, þegar við vorum, þegar þú sagði mér þetta, skilur við, það var svo langt í að máttu tilkynna. Já, það voru bara, það voru 6 vikur. Já, og núna er samt bara að líða mér eins og var bara í fyrradags, skilur við. Já, finnst þið það? Já. Mér líður eins og farið fyrir 5 árum. Þannig að, nei, sko, það er beyond me að fólk bara bíði í 9 mánuði og þær konur sem fara yfir settan dag, ég er bara, hvað, oh my God, mér er bara gefin dagsetning, má ég bara koma þann dag, það hljóma bara rosa fínt, skilur við. Nákvæmlega. En ég meina, ég kom settan dag. Komst þú settan dag? Ég kom settan dag líka. Líka afmælinu mömmu hennar. Já, mamma er afmæli saman dag. Það er svo cute. Já, það er ógeðslega fyndið. Það er ógeðslega mikið bara tilviljun, sko. Ég veist líka bara að, ok, settudagur, afmælisdagur minn. Svo kemur bara rétt í maður, svona, ok, hún lítur að koma aðeins yfir aðeins fyrir. Já. Nei, þú bara hæ. Bara hæ, ég mætt. Þú pantaði mig 3. mars. En hefði þetta gerst mánuði fyrr, þá hefði ég getað verið svona sett á minn afmælisdag líka. Já. En ég er apríl, ekki í byrjun mars, en þú veist, já. Þú veist miðjan apríl, já. Það hefur verið mjög fyndið. Það hefur verið mjög fyndið, sko. Það hefur verið alveg bara pínu iconic að það verið bara 3 menningar á sama dag. En það er ekki svo les. Nei. Heyrðu, en að okkar uppáhalds styrktaraðala Laugaspa. Já. Laugaspa Organic Skincare. Yes. Eins og enn og aftur breyttar reglur, eins og við veitum. Já, það er ekki opið í Spáni núna. Nei, ég síðast að þetta sögðu að vera opið í Spáni en þá að teki, en það er líka það, þessar breytingar, og við erum öll sammála því, þetta er eitthvað sem við fáum að vita með hvað? Við fengum að vita bara með 3 tímum fyrirvara. Já, þú veist, eitthvað slíkt. Frá dags fyrirvara. Já. Hann auðvitað bara, heldur maður eitthvað sé í gangi, svo breytist það. Já, og svo getur líka bara breyst eftir viku og þá er bara allt farið aftur niður og allt opnar aftur, þú veist, maður veit ekki. Maður veit aldrei. En nei, Laugaspa er ekki opin núna, en það skiptir einhver máli, af því að heima síðan er alltaf opin. Og þau eru með alveg skemmtilega mörg tilboð af ákveðnum vörum inn á heimasíðunni. Það er mitt máli, þau eru nefnilega með, sko, að þau fara bara í allar vörur til dæmis og bara skrolli yfir þetta, þá sjáu þau strax bara rauðan borða á organicskincare.is það sem er á tilboði og þetta eru geggjuð tilboð. Mjög góð tilboð. Er eitthvað sem þú ætlar að stökka upp á? Herði, shower oil, my fave, babe. Já, shower oil. Bara best, sko. Ég myndi stökka upp á því. Ok. En þú? Ég held að skrúbin. Því að... Líkamskrúbin? Já, líkamskrúbin. Já, hann er æði. Út af því að nú er farið að dimma og svona og svolítið hauslegt og er að fara að vera svolítið vetralegt. Maður finnur það svona, it's coming. Að geta sett þessu brúnkukrem er
mood changer fyrir mig mér líður bara aðeins betur að vera með smá bara það bara smá ferskur og... já, bara svona ferskleika þú veist, og að vera með smá ferskleika þannig að geta skrúbað af sett nýtt á það, sko, eftir að ég kynntist í rauninni þessar aðferð sem að þú kendi mér að skrúbba smá rakakrem og setja svo á game changer. Það game changer í brúnkukremum, sko. Man verður að gera það, sko. Já. Og þessi skrúbbur alveg æði fyrir það. En ég líka, það svona, já, það líka svona, þetta saltskrúbbur og það olía í honum. Þannig að, þú veist, þú nærð svo vel upp öllum svona afgangsbrunku. Já. Og þú veist, það gott líka að nota bara þvottapoka yfir. Já. Volgan þvottapoka að ná bara öllu restina af, sko. Ég skil þig. Allar, ég ætla að stokka upp á því. Þú ætla að stokka upp á hennu. Já. En all right, þá ætlum við kannski að fara í málefni dagsins. Málefni dagsins, það hverjir hafa setið fyrir Playboy? Yes, sir. Við veitum öll hvað Playboy er. Já. Manst þú hvernig þú kynntist hvað Playboy væri? Ég var ekkert eitthvað, ég held ég var svona táningur, sko. Já, manstu okkur? Út af í. Já. Það var ég alltaf að horfa á, hvað hétu þættinir? Ég var að googla, ég var búin að gleyma í smá stund. Girls Next Door. Girls Next Door, ég horfði á þetta. Hvað var það? Kendra, Holly? Já, Kendra, Holly. Hvað hét hinanna? Býtu, þær voru hann átt, og það var svo beyond me. Ég var bara, þessi maður bara marga kærustur. Já, skilur. Þetta var svo skrítið. Ok. En? Býtu, en já, þetta voru svona uppáhaldsþættirnir mín, ég var alltaf að horfa í á þessu tíma sem ég fyndi, ég held ég hafi verið svona 12 ára Já, ég man ekki einu svona hvernig maður var að horfa í, var það bara í öllum sjónvörpum? Já, maður var alltaf með bara svona milljón bara stöðvar, allavega ég inn á hana rándirinnum hana Já, og svona silfurlitaðir og maður var bara með allt, bara MTV, Cartoon Network og allt þetta dót, sko. Ég alveg samlað, þar kynntist ég hvað einmitt Playboy væri, sko. Já. Út frá þessum þáttum og þetta var Kendra, Bridget. Já, Bridget, alveg rétt. Og Holly. Já. En þar kynntist ég einmitt bara svona kynntist ég, fatta ég hvað Playboy væri. Já. Þetta er ekkert eitthvað sem maður augljósar ekki. Það er enginn að bara kenna þér þetta, þú kemst bara að því. Já, og það var svo beyond me að þetta væri bara ekstra í gangi. Ég, þótt ég að bara verið ungs, ég var samt bara, Já. Skildi þetta ekki alveg. Það er þess vegna sem mann fannst spennandi að fylgjast með þessu. Því maður bara svona, hvað er bara eitthvað svona í gangi í heiminum? Og maður er bara lítill og saglaus og bara, En Playboy, hvað fyrst myndir ekki segja að þetta er ekki klámblað? Þetta er svona fancy klámblað, kannski. Já, þetta fyrst náttúrulega, ég held að þetta hafi verið mikið meira klámblað en þetta er í dag. Þetta er orðið miklu meira eitthvað svona... Tasteful. Já. Heldur en þetta var. Tasteful, já, nákvæmlega. En þetta var, fancy klámblað. Ég held að það sé bara góð lýsing. Ég held að það sé svona toppskalinn, svona high-end porno. Eða þú veist, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort soft porn. Já, ég veit ekki hvort það sé rétt orð. Klámblað, ég veit ekki. Hvað, þú veist, hvað skilgreina þeir sig sem? Playboy. Það stendur alltaf á coverunum Pleasure for Men. Allavega gömlu coverunum. Ég tók eftir því þegar ég var að researcha. Sem er mjög skrítið, af því að akkur er þetta ekki líka Pleasure for Women. Þetta getur bara Pleasure for alla, sko. Það ætti ekkert að vera að gera upp á milli þar. Nei. En það er náttúrulega bara gamall slang, hvað sem að... Já, ok, þið skrifa hérna Wikipedia, Playboy is an American men's lifestyle and entertainment magazine. Já, það er alltaf, mér finnst alltaf vera notað eitthvað svona, þú veist, fyrir svona, þú veist, eitthvað innan þessa bransa sem er svona eitthvað tengist eitthvað svona smá klámfengu. Það er alltaf entertainment. Það er eitthvað svona, ok, þú veist, that's what you're saying. En vissulega er þetta, þú veist, entertainment. Þú veist, var ekki sagt einmitt í Friends að þú veist, já, geggjaði brandarar náttúrulega. Já, the jokes in Playboy. Já, the jokes in Playboy. Þannig að, þú veist, auðvitað er líka brandarar og eitthvað slíkt. En þetta er náttúrulega bara skemmtun fyrir suma? 100%. 100%. En það er alltaf Hugh Hefner sem að byrja þetta. Við munum eftir honum úr þáttunum sjálfum líka. Það ekki? Jú. Hann dó náttúrulega 2017. Já, 2017. 3 árum. Já, 91 árs. Hann náði svona helviti góðum aldrei, sko. En en hann byrjaði þetta árið 1953. Já. Og þetta tók svona smá saman hvernig það byrjaði. Bara, þú veist, þetta varður ekki sagan um Playboy. En bara gott að leggja grunninn. Algjörlega. Okay. Ég er spennt að heyra.
Hérna, hann var sérst að vinna sem kartúnist og ég held að það sé bara teiknari. Ok, já, örugglega. Þú veist, ef ég að skilja kartúnist Já, rétt. það svona myndlista teiknari fyrir Já. svona cartoons. Fyrir sérst annað tímarit sem heit Já. Esquire 1952 og hérna, og hann fór inn til yfirmanna sinna Já. og segi, ég vil fá $5 raise og hérna, og hún var neitað. Nú. Þess að $5. Það alveg mikið á þessum tíma, örugglega. Já, allavega, þannig að hann var eitthvað, já, ok, fuck it. Og 53, þá sérst byrjar blaðið Playboy. Hann átti $600 sem þú veist, undir, hvað, þú veist, það er alveg Það er í 100 dag, já. En Já. þarna er það alveg mikið, örugglega. Já, en þú veist, það er samt ekki gríðarlegur peningur. En eflaust mikið meira en í dag. Þannig að hann átti $600 og hann fekk svo lánaðan pening hér og þar, en hann fekk lánaðan $1,000 frá mömmans. Og mamman sé sko sjúklega 1000, vá. Já, og það er alveg 140 skall í dag Í dag. eða 150 skall eða eitthvað í dag en hann fekk $1,000 frá mömmu sinni og hún er sko strángtrúið bara kristintrúið. Já, ok. Þannig að þú veist, það kemur svolítið óvart að hún Já. hefði kannski lagt pening í þetta. Og hún vissulega hvað hún var rúti, eða? Já, hún segir, eða þú veist, hann segir að hún hafi sagt þetta er ekki að því ég trú á það sem þú ert að fara að gera með þessu blaði, ég bara trú á þig. Ok, cute. Dúlla. Já, supportive mom. En þetta $1,000 lán gerði hann að milljónumæring. Pældi því. Þetta er gott investment. Þetta er helvíti gott investment. Þannig að note to self, ef ég eignast barn sem kemur tíma með eitthvað klámfingn og hugmynd, segi bara já. Okay. Could be worth it. En hérna, já. Og svo kom fyrsta tímarötu út 53 í desember. Og Já. það var engin önnur en Marilyn Monroe framan á því blaði. Það er huge. Og hérna, en ég held að það var bara við notu gömul myndaðinni eða eitthvað slíkt. Það verið notu allan eitthvað svona, eða tók Playboy myndina, ég veit það ekki alveg. Já, ég er ekki alveg kláraði. En hún var líka fyrsta, mótlega til að vera svona centerfold. Já, það er kannski seinna, ég veit það ekki. Hún var allan að fyrsta, hérna, það stendur náttúrulega hérna svona early career nude photos, þú veist, þannig af Marilyn Monroe. Og hún var sett framan á. Hún var basically smá svona slúðublað. Já, svona smá. En seldi yfir 50.000 copy. Wow. Á þeim tíma er það fáránlega mikið. Pældi samt í hugmyndir sem hann fekk. Já. Það er alveg svona sick hugmynd. Og við erum talað um það, sko, 53 byrjun þetta, 58, örfáum árum seinna. Þá var, þú veist, þeirra árlega, hérna, bara velta, eða skilur profit. Hvað er profit íslensku okkur að fara úr mér? Vá, þú ert í viðskipt að segja. Ég lægir alltaf önsku. En það er bara gróði eða eitthvað? Já, það er gróði, takk. Hérna, það var árlega gróði fyrirtækisins nokkrum árum seinna, þannig að 58 komin upp í 4 milljónir bandaríkjadollara. Það er rosalegt. Þetta er þannig að augljóslega þessi Hugh Hefner nákvæmlega hvað hann var að fokkin gera. Já, hann náttúrulega hann hérna tekur þá svo myndir af henni. Hann er ekki að fá hana til sín. Að mér skilst, þá skilst mér eins og hérna hann keypti réttindin. Hann keypti réttindin af myndunum. Skalið. Já. Þú veist, hann hefur bara fyrir $500. Hann hefur lagt allan sín pening í það. Já, þú veist, hann átti $600, fekk eitthvað 1.000, þurfti náttúrulega að láta prenta þetta út. Þú veist, þetta er bara, þú veist, svo er ekki eitthvað samfélagsmiðlar hann til þess að auglýsa eitthvað. Nákvæmlega. Svo bara ert þú að labba niður göturnar í einhverjum borgum og þú sér bara mynd af Marlin sem var bara the hottest shit right then, skilur. Og allir vissu hver væri. Já. Kaupir er þetta blað og 50.000 koppi selt. Það er rosalegt. Það er fáránlega vel gert. Já, þetta er alveg rosalegt, sko. Já. Þannig að, hérna, allavega, þannig höfum við fyrstu mannskjöna. Hún hefur setið fyrir. Já. Marilyn Monroe. Já. Ekki setið fyrir. Hún hefur tekin fyrir. Já, hún var tekin fyrir í Playboy sem fyrsta forsýðstúlka. Já. Það er rosalegt. Það er svakalegt, sko. En þú tókst saman góðan lista, frétti ég. Fréttir. Ég frétti það frá litlum fugl. Þú hefði tekið góðan lista og hérna, þú segir mér svona hvað stjörnur sem að við þekkjum. Við tókum náttúrulega margar stjörnur sem að setja fyrir. Já. En hérna, við tókum saman náttúrulega bara það sem við okkur kannast við. Algjörlega. Og þú tókst náttúrulega Marlin. Já. Þannig að næsta sem ég vil taka er Dolly Parton. Okay. Hún satt fyrir 1978 í október í sjöunu og það var að koma frétt fyrir svona 2-3 dögum ef hún var að tala um
að henni langaði að gera það aftur Dolly? já, fyrir 75 ára afmæli sitt Það er geðveikt. já, hún var 74 í janúar eitthvað og núna var hann að tala að henni langaði að sitja fyrir 75 og ég veit ekki hvort að Playboy vilja það en það var ekki gaman Playboy að hlusta bara please já, en henni langar að vera í sama búning og var í svona bunny búning já, henni langar að vera í sama búning og sitja fyrir það var eitthvað geggjað, 75 ára iconic. það var geðveikt, ég vonaði að gera það ekki líka alltaf svona December issue alltaf svona staðist? Jú, það er alltaf einhver svona staðistu issue skilurðu en það er, ég man ekki er það september já, ég held það sé september sem með því stærsta issue okay. að ég held já, ég man ekki hvernig það var ef einhver er Playboy fan eða Playboy já, bara correct us if we're wrong en Dolly ætti 100% að fá að tækja frá að sitja þarna aftur mér finnst það, ég var til að sjá það var geðveikt það var skjöf já, rugglað en ok, hverju meira er hjá þér? næstu að mér er Madonna já, september 1985 en þar, ef ég skildi rétt þá er Playboy líka að birta hennar nektarmyndir áður en sem var teknar áður en var fræg ok það er bara, coverið sem ég sá var bara mynd af henni í fötum skilur og stendur á coverinu like a virgin, eitthvað, not so much eitthvað ok já, og það var bara fullt, þetta var bara mjög hvaða ár sagði þetta kom? 85 en þessar myndir voru teknar 1977 til 1980 hún var alltaf svona að pósa fyrir svona artmyndir skilur, þetta með art í svona nektarmyndir þannig að þeir keyptu þeir eru keypt myndina þannig að hún kom ekki í stúdíu og satt fyrir hjá Playboy það er svona gráðsvæði já, en þetta var gert líka hún var 18 ára á hvað svona myndum hún 18 ára á svona myndum? já líka því að þú veist, lagið hennar Like a Virgin kom út 84 og þau byrstu þetta 85 finna bara svo gömlu myndir og já þetta hefur líka bara verið, þú veist þetta hefur ekki, þetta var vinsælasta lag allra tíma þú veist, þetta var bara Beyoncé þeirra tíma skilur við, þetta er svakalegt já, það einmitt þetta væri bara Beyoncé, þú var 9 ára fræg bara eða ykkur í dag sem er 9 ára fræg þetta væri náttúrulega bara ekki lagi í dag sko. nei, þetta væri tekið allt öðru í sig þetta já, sko. það má ekki, þú veist, ég heldur megi ekki ekki ef þetta lag en þessar hafi verið á sölu já, ég held að hún skammar sín ekkert fyrir þetta sko. nei, ok þú veist, hún er mjög svona opin fyrir úr öllum greinum sem ég las þá er hún bara opin fyrir bara, en þú veist, hún bara sem það ekki ummynda skilur að það var byrt í Playboy skilur en hún alltaf satt fyrir í skólan, þetta var svona skólaverkefni og hvað þannig, alls konar svona arti kannski verður þú bara að selja sjálf já, það stóð eitthvað einhverstaðar og hún fekk $25 fyrir það er ekki mikið það er ógeðslega lítið það er ógeðslega lítið en hún hefur alltaf verið svona opin með svona sexuality og nudity þannig að hún er ekki feimin nei, það er ekki hægt að segja það Madonna hún sé feimin sko. en geggja samt, þú veist, ekki geggja en ógeðslega svona athyglisvert og svona, þú veist þetta er ekki caption, þetta er svona headline eða þannig sem er alltaf að fara að grípa bara fyrirsögn sem alltaf að fara að grípa þú veist, bara grípa þér strax like a virgin, not so much þetta var eitthvað þannig, maður svona wow, ok what, ok oh my god, fyndi hver er næst hjá þér? Erstu með sko, ég leyfði þér raun að taka listan af frægu en það er náttúrulega nokkri sem ég bara svona veit af og eitthvað þannig en ég veit að ég eftir að koma fyrir á þínum listum, sko þú skýtur það bara inn í? Ég ger það ok, næsta sem ég er með er Pamela Anderson já, ég er einmitt með hana líka hún byrjaði þessu 1992 til 2016 nei, hún var fyrst í október 1989 ok, það er alveg meira en það já. Okay. En hún gerði það 14 sinnum já, hún er svo sem hefur verið oftast holds the record for most covers það er magna kemur samt ekki óvart eða það kemur ekkert óvart nei, ekki neitt hún er bara svona bara geggjuð í það, skilur sko, hún var líka, ég get ímyndað mér að þegar Pamela var á forsíðunni að blaðið hefði selst bara eins og heita lumur að því að þetta var Baywatch bara skvísan ágreins og þú veist sæt, sko. Pamela er bara fáránlega falleg kona virkilega og og þeir hafa greinlega bara séð það að því þú veist það lítur að vera
ef þú beðin að gera þetta 14 sinum það lítur að vera að græða sko. það lítur að græða fárlega mikið því að hún verður eflaust dýrari með mínútunni, skilur því ofta sem við byrjum að koma og allt það þeir eru sá bara hvað er að virka og bara more einmitt að því að Hugh líka, þú veist, hann myndaði svo góð sambönd við allar þess að, þú veist, hann persónulega valdi þær allar það var bara, ég vil hana framan á sem er ókslega mikið svona honor já, á þeim tíma, skilur það var það þá og núna í dag væri við bara eitthvað svona herðu, þú veist, eitthvað kall sé að segja ég sé X, Y, and Z og ég var framan á það er bara öðru þessu hugafar allt öðru þessu þess er mjög gott að sé hans búið að skiptis upp núna hvernig þetta er sett upp núna en við ræðum það eftir hvernig Playboy er í dag en hérna, já, Pamela já, ok næsta sem ég með er Drew Barrymore já, ég sá hana janúar 1995 ég vissi þetta ekki nei, hún kemur svolítið óvart já, en varlega alveg mjög vinsæl svona leikona á þessu tíma þannig að, já, geggja já, bara ógeðslega flott hjá henni Lísa Rinna, okkar kona hún hefur tvisvar já, ok, ég er bara með 98 já, Lísa Rinna hefur verið tvisvar hérna, ég held ég sé alveg að fara með rétt mál á Playboy Lísa Rinna er sérstætt úr Real Housewives of Beverly Hills fyrir ykkur sem veit það ekki hún er líka leikona hún er leikona líka og er hún ekki hérna hvað? Soap já, hérna, hún leikur stund, kemur stundum fyrir í hérna, hvað heitir soap-operan? Við erum góður bara við hérna já, það er eitthvað mikið að okkur en já, hún hefur verið tvisvar já. Hún var, eins og þú sagðir, það er ekki 98 nei 98 sem ég er með Days of Our Lives Days of Our Lives gátu við glemt síðan já, hún var 98 og svo er seinna skiptið 2009 sýnist mér já, ok, nýlega, bara rétt á þér ok mér sýnist að standa 2009 þarna var hann þá inn í blaðinu þá, var hann cover eða? Hún cover bæðskiptin ok, nice og hún hérna þegar hún var í fyrraskipti 98 where she posed fully nude fyrir 10 page spread wow, það er mikið while 6 months pregnant skvísan hún er svo geggjuð shape þessu kona sko já, hún 6 mánuð á leið og var fully nude í Playboy hvað vissum það ekki eða jú, framstændur Melrose Mom, Lisa Rinna hún var líka í hérna hún var í hérna Melrose Place og held ég geti verið að fara með villsmálin ég held hún var í hérna gamla versioninu af hérna 90210 já, ok sem var þarna, þú veist, þú manst eftir 90210 sem var gert fyrir okkar kynslóð þættinir, manst eftir þeim já, ég man eftir, ég horf ekki á það svona ok, ég horf á það ég er okkur einn, sko en það voru okkur svona börn þeirra sem voru í eldra 90210 eða, þú veist, versioninu en hérna, en að mig minnir hvort að Lísa Rinna hafi verið í Melrose Place eða hinu ég man það ekki alveg, en hún var í annarkvort þessu sem voru bara vinsælustu þættinir á þeim tíma, sko já, þannig að þú veist ég veit ekki hvort Delilah eða Amelia hafa verið var Delilah, þannig að hún hefur sem er dóttir hennar Lísu Rinnu, hún hefur líka sittið fyrir Playboy bara inn í maganum mömmu sinni en í rauninni yngsti playmateinn já, ég myndi alveg segja það Vist, ég er alveg með einn sem er mjög ungur einn playmate sem er mjög ungur já, hún var í Melrose Place hún var ekki í hérna að mér sýnist en hún hefur leikið í alls konar hlutum hún Lísa Rinna, hún er mjög fyndin já, þú veist, þegar ég sá hana í Beverly Hills þá vissi ég bara strax ég sé þessa konu miljónsunum áður já, en ég bara veit ekki alveg hvað nei, ég vissi ekki hvað hún hét samt að ég dyrka hana sko. já, hún er líka mikið í auglýsingum já, hún gerir bara allt eins og hún segir sko. hún segir bara já við öllu sem hún bara, I gotta stay relevant já, líka skvísan var að gefa út sko snirtifurlínu já, hjálp, ok, spenntur því já. Við þurfum að prófa sko, það er að fara að koma ég var að segja, nei, geima ok, leyndamál svo ekki við það neitt við elskum að halda leyndamál en já, Lísa Rinna, give me more næsta sem ég með er Charlize Theron já, hérna, úr hverju er hún eftir? sko, ótrúlega mörgu Charlize ég veit ekki alveg neitt Theron mér man eftir að hún var held í nýjastu hérna með Arnold Terminator með Arnold, ég bara hvað, Indriðason nei, Arnold Schwarzenegger
Arnold. Já, Arnold, kann ég segja. Já, hún úr Mad Max og Monster og eitthvað. Já. Er hún ekki líka úr Terminator? Er ég að bylla nýjusti? Er það ekki fyrsta IMDb hennar? Nei. Alls ekki hún, ég var að fatta það núna, þetta er alls ekki hún. Nei. Ok, Nei, það komið skot á mig. Já, skot á Sunnefu. Damn, love it. En ok, Talandi. já, hún var í cover á Playboy. Gæja. Það er mikið að leikonum. Og næst mér með Naomi Campbell. Supermodel. Supermódelið og og ákveðinni einstaklingurinn. Hvað meina? Hefur ekki heyrt sögurnar Naomi Campbell? Nei. Og það getur verið bara Ég veit alveg hún já, ertu alveg með að sé ákveðin þá? Já, ég held að það væri bara einhver ákveðin einstakling. Nei. Ég fatt þetta ekki alveg. En já, hún á að vera mjög erfið mannskja. Já, hún oft köllu frekja. I don't like the word frekja. Nei. Það nota á mig, þá fíla ég það ekki, þannig ég sé alltaf nei, ég er ekki frekja. Hún ákveðin. Ég er bara ákveðin. Þannig að Naomi Campbell og ég höfum það saman að það var ákveðnar. Já. En þú veist, á coverinu hennar, þá var hún a barely wrapped gift. Þannig var svona mjög lítið, að þið var í desember í sjónu, sko. Og önnur sem var í desember í sjónu 2004 var okkar kona Denise Richards. Sko, Denise. Ég held ég að sé myndina sem hún nota af henni. Ég ætla að tjekka hvort Allir demöntum. Gorgeous. Sko, hún náttúrulega bara Denise Richards. gullfallega kona. Ekkert lítið. Mér langar svo að horfa á gamla svona mynd af henni þegar hún var að leika þessa mynd sem það er að tala um Wild Things. Já, Wild Þau eru Things. alltaf að tala um alltaf. Ég get ekki getum við hort á þessa mynd. Við erum að taka nýra þessa mynd sem hún frá. En hún er alltaf líka bondstelpa. Já. En einmitt var síðan núna einmitt líka meðlumur af Real Housewives of Beverly Hills. Þess vegna kannski þekki við hana aðeins meira núna. Já. Hún samt alveg svo lýsir hérna. Ef ég sá myndaðinni, þá vissi ég alveg hver hún væri. Einmitt, en vissi bara ekki alveg hvaðan. Ástæðan okkur ég hef alltaf vitað hver hún er einhvern veginn, bara að því, ég held að segja bara að því mér finnst það svo falleg. Já, ég er að segja það, en ég vissi ekki fyrir hvað. Nei, en ég man eftir hún í Friends. Þú veist þetta hún í Friends? Já, þegar hún kom hann sem frænkan. Frænka, já. Og hann var bara, þau voru allir bara að deyja. Já, alltaf svona slow-mo og hún eitthvað bara taka klemmunar hárinni og það sætt. Já, bara vá, hvað hún er sætt. Gorgeous. Og hún var að frænka Ross og Ross var samt bara I'm gonna go for it. Já, og alltaf að reyna að svo hjá henni. Já. She's all for it. Já. En já, nákvæmlega. Þess að maður vissi hver hún var, en maður vissi ekki alveg kannski fyrir hvað hún væri fræg eða þekkt eða þannig. Nei, hún er bara, já, eins og hún segir í þáttunum. Ég verið á öllum coverum sem þið minnir einhvern tímann dreyma að vera á. Já. Hún segi það. Hún segði líka við Kyle, vinkun okkar í þáttunum. I'm Denise fucking Richards. Já. Það er drullhör setning, sko. Hún var líka gift Charlie Sheen. Já, gleymist. Það gleymist ekki, hún er alltaf að talma. Nei, já, fyrir þá það. En fyrir þá sem kannski eru Charlie Sheen fans, þá veit að við þekkja hana frá því hún var gift honum. Já. Hún, sko, ég geti talað um hana alveg bara... Ég líka. Heil lengi. Það er bara það styttist í Real Housewives þáttun okkar. Já, mjög spenntur honum. En ok, næsta. Já. Paris Hilton. Mars 2005. Og Paris okkar. Svo 2007 Mariah Carey. Já. Uppáhalds. Við höfum lýst yfir að við sem ekki eitthvað geðt mikið fan af henni nefnum jólin. Já, það er alveg að koma jól. Það er alveg að koma jól. Þannig að við erum að, já, nákvæmlega. En flott hjá henni. Já. Æðislegt. Flott hjá henni. Sama ár, desember, Kim Kardashian. Kim Kardashian West. Það munur náttúrulega þeir sem hafa séð fyrstu seríunar af Keeping Up muna eftir þessu mómenti. Þetta er perlumómentið, ekki? Þetta er perlumómentið. Þetta er You're Doing Amazing Sweetie mómentið. You're doing amazing, sweetie. Þetta er You're Doing Amazing Sweetie mómentið sem hefur verið notað í Ariana Grande myndband sem við öll þekkjum. Já. Þetta er eitt mest iconic frösum. Ból sem að stendur You're Doing Amazing, Sweetie. Nákvæmlega. Jóhanna, vinkona mín, hún segir þetta við mig alltaf þegar við erum að taka myndir. Já. Þannig að þú veist, þetta er frasi sem er bara, þú veist, og þetta er að því hún var að pósa nánast nakin, var nakin undir perlum, fyrir Playboy. It was tasteful. It was tasteful. And not completely nude. Og þar sá maður einmitt hana fara með mömmu sinni, of course,
og hitta Hugh og hann var að tala þú veist, já, hvernig við gera þetta? Já, við erum gera þetta bara svona. Hún var samt smá stressuð þegar hún hitt hann eða ekki, eftir að því hann var bara, já, nude, skilur, því hún hélt hún ætti ekki að vera nude. Já, hún var mjög stressuð, sko. Þið er búið! Heyrðu, það skandall í húsinu. Teð Þú búið. er aldrei drukkið svona mikið? Nei, ég er samt ekki alveg búið með þann. Jæja. En ég er svo mikið að hlusta núna þannig að ég er bara að tjekka í það. Já. En já, hún var mjög svona stressuð en hún gerði þetta síðan og sögur segja að því að hún hafi fengið að því að Lindsay Lohan satt fyrir. Ertu með hann á listanum? Já. Hún satt fyrir 2012. Satt hún ekki fyrir undan Kim? Það ætlaði að samkvæmt mínum heimildir á 2012. Ok. Gæti verið seinna, ég veit það ekki. Maður sjá. Tjekkum maður á þessu, bara að double checka. Hvenær Lindsay okkar satt fyrir. En allavega það gangur sögur að því að Lindsay Lohan hafi verið greitt $1 million. Það getur vel verið. Já. En þá hélt fólk því fram að Kim hafi eflaust fengið meira. Heldur en hún. Mér finnst það alveg líklegt eða ekki, eða hvað? Þú veist, jú. 2007 samt. Hvenær, ef að Lindsay fór ekkert manns fyrr? Nei, ég held hún að vera 2012, það er svona stendur hérna, sko. En að því að náttúrulega, já, þú veist, þessi spurning, að við gátum ekki fundið, við vorum að finna hvað Kim fekk borga fyrir þetta, eða hvað stjörnur að fá borga fyrir þetta. Já, það er mjög misjátt, það er engar heimildir svona það. Nei, og það líka fyrir eftir hver hotshot at the moment, skilur. Þú veist, það eru þeir tilbúinir að borga bara. Já, og eins og við vorum að tala ef að það er bara algjört sell að fá hana Pamilu, þá augljóslega borgar eins meira fyrir það, vitandi valjúið. Nákvæmlega. Og ef þú setur Madonnu framan á með fyrirsögnin svo Like a Virgin, þá hlýtur að kosta sitt. Þú veist. Já, en hún alltaf fekkur ekki borgar fyrir það. Nei, en þú veist, ef hún hefði verið framan á. Já, algjörlega. Whatever, eitthvað þannig skilur við. Algjörlega. En Kim náttúrulega var þarna nýkomin raunveruleika þátt og nýbúið að leka kynlífsmyndbandið hennar. Já. Þannig að þegar hún fer, þá er hún mjög mikið hotshot. Bara þetta heitast á þessum tíma og já. Já, og þú veist, bara svona algjörlega í sviðsljósinu. Þetta er bara eins og, ég veit ekki, Ariana Grande væri núna framan á. Einmitt. Eða þú veist, eitthvað þannig. Ég myndi segja Kylie en Kylie bara búnaði. Já. En þú veist. En þú veist, þetta er aldrei þannig, ef maður horfir á listan, þá sér maður svona smá, þetta séu svona hot shots. Já. Svo 2008, það er Anna Faris, sko það er? Já, leikonan. Í House Bunny. Þú veist, hún alltaf, þetta er mynd að hún var Playboy í einhverjum, hún fekk að vera coverið sem var í september issue-unni, sko. Þarna er hún hot og það er verið að tala um Playboy og þá sett hann að coverið. Geggjað. Geðveikt. Hann er bara, þú veist, það er valið. Þau voru klára að nota tímabilin algjörlega. Svona, skilur. Algjörlega. Og svo næsta sem ég með Tara Reid, vissu hvað það er? Já, ógeðslega falleg. Nei, sko... Hún er eitt af svona fallegustu konum sem maður bara veit að er fallegur. Hún var í American Pie og Van Wilder, bara Van Wilder var einu af mínum uppáhaldsmyndum með Ryan Reynolds. Ok. Og hún tala með svona rámröð. Já, hún er svo gett rámröð, já. Og þú veist, mér fannst þessi manneskja bara að sætasta sem ég veit þegar ég var þessum aldrei, hvað ég var, 15 ára, 16. Ég er alveg sammála þér. Yngri líka við. Ég var bara, alltaf að mynd með henni og var ég bara, yes. Já, bara hún var svo sæt og augun hennar voru svo kristalsblá. Svo blá og svo hún alltaf með gaming eyeliner svona poppaði gett út. Hún var ógeðslega sæt. Sjúglega sæt. En já, sniðugt, ég myndi að hafa hana þá. Já. Og já, í tímalínu sem ég gerði var þá Lindsay Lohan 2012 sem ég hafði ekki hugmynd að. Nei. Ég vissi þetta ekki. Nei, ég vissi þetta ekki fyrir en ég fór bara að rannsaka þetta fyrir þannig að þátt að hún hefði verið. En hún hlýtur að hafa verið bara eitthvað, hvað sér, 2012? Mean Girls, já. Er Mean Girls svona seint? Mean Girls er, Ég held að það var svona 2010 eitthvað. Ég ætla að fá nákvæmlega. Gæti alveg verið. Já, ég held að sé 2010, en þú veist, nei, 2004? Einmitt, ég var bara að meika engan sens. Ok, það var engan sens. Hæ? Svona... Ég fara heim og skammast mín. Vá, er hún svona gömul? Er Mean Girls bara búin að vera í lífinu okkar bara að fara að við vorum 6 ára eða eitthvað? Það er bara 4 ári að þessi 20 ár sem hún komin út. What? Það er galið. Já, það er galið. Já. En það eru alltaf svo ógeðslega ungar þarna. Já, það er svo skemmtilegar að finna. Ég elska þessa mynd. Ég líka. Vá, hvernig voru við bara 2010? Ok, allavega. Ok, Lindsay lítur að vera að gera eitthvað svaglegt á þeim tíma. Já.
Ég veit ekkert hvað hann var að gera 2012. Nei. Ok, næsta sem ég með 2014 Kate Moss. Of course. Skrítið hún var ekki búin að vera fyrr. Án gríns. Já. Kannski vildi hún það bara ekki fyrir það eitthvað. Nei, kannski ekki. En þetta var í 60th anniversary coverinu hjá Playboy. Vá, 2016. flott. Hjúts. Geðvikt. Lítur að fengja mikið pening. Kate Moss. Já. þetta er einn dýrasta fyrirsæta sem hún getur bóka, Án sko. gríns. Og svo bara næst sem ég með er Kylie Ocker Jenner. September 2019. Sko, það Iconic. Já, sko, af því að það sem ég finnst mest iconic við þetta Travis. er það að hún er með Travis, kærastanum sínum. Bara hefur verið kallmaður í Playboy eða? Ég er nefnilega ekki alveg viss með það, Nei. en ég man ekki eftir, þú veist, það getur ykkur lagfært þetta, en ég man ekki eftir því að hafa séð par. Nei. Af því að, þú veist, yfirleitt, skilur Mér finnst það svo cool. ógislega cool. Og myndin er líka svo flottar. Þær eru Sjúkar, sko. trilltar, en það er nefnilega máli að því að Kylie sagði að hún myndi aldrei fara í hún sagði ég held ég myndi aldrei fara í Playboy og ég held ég myndi aldrei taka því að gera þannig, en ég elska það sem Playboy er að gera núna. Já. Creatively speaking, skilur bara svona hvað er að gera sér satt með bara, hvað segir maður með creative á íslensku, okkur kann ég ekki íslensku núna. Ég kann aldrei íslenska. Nei, já, en bara svona hvað er að gera. Vá, ég get ekki sagt þorð. Ég leita creative á íslensku. Notaðu bara creative, það veit allir hvað creative er. Þú veist, bara hún elskaði hvað þau var að gera bara öðruvísi núna með við hvað þau var að gera, þú veist, áður. Já. Og þau gáf henni, þú veist, þau kom til hennar og sagði, Kylie, viltu taka þátt í þessu með hugmynd. Og það var að hún var on the cover, en hún var líka á bakvið creative direction. En hún var líka að fara að leikstýra hvernig þetta kæmi út. Það er Hún cool. var að velja myndirnar, hún var bara 100% stjórn á umhverfi, setti, fötum, hún réði þessu. Já. Og og þá hugsaðan, vá, þetta er perfect fit, skilur, af því að ég treysti mér fyrir minni vision og þú veist, og hún treysti Travis. Og Travis Scott var líka creative director. Já. Þannig að hann var svolítið svona, þú veist, og þannig að þau gerðu bara svolítið samkomulega. Hún bara myndaði mig eins og þú sér mig. Þá er þú varst ástfangin á mér og okkur skilur, þannig, og þá var hún ég treysti því hvernig þú sér mig og ég treysti þessi að falla en skilur hátt og þess vegna tók hún þessu. Það er geggjað. Genius. Það er geggjað. Það er ógeðslega flott. Þetta er líka bara svo cool. Þetta er bara eitthvað allt annað brand. Allt annað brand. Hún er alveg, þú veist, og hún sýnir alveg, þú veist, líkamann á sér og allt það, sko, þú veist, og það er hún orðin mamma. Hún er 22 ára, hún er með kærastan sínum og þau eru að leikstýra sér, ég veit ekki Þetta er svo flott. Ógeðslega flott og þetta er svona, maður sér svolítið núna bara að því sem ég var að rannsaka núna hvað er Playboy að gera í dag þetta er svolítið svona vision, skilur, þetta er orðið svolítið svona bara gera aðeins meira kreatív hluti. Einmitt, og það komið svona einhvern veginn allt annað svona sín á þetta finnst mér. Já, mér finnst það líka. Heldur hann var. 100% og líka bara, þú veist að kannski hugsaði Playboy að Kylie aldrei að gera þetta því að, þú veist, kannski þegar hún og Travis bæði samþykja þetta, kannski eru þið þannig sambandi, sumir ekki þannig sambandi og Nei, þú veist, og þurfa aldrei að fá samþykja frá makar sínum eða eitthvað, ég veit ekki, en kannski hefðu þau einhvern veginn komið á þau til Kylie, hún hefði sagt ég hefur verið á föstu, þetta er bara ég að vera með vangaveltur og bara giska, ekki að maður eigi að fást, þú veist, samþykja eitthvað annars að þið veit hvað er að tala Nákvæmlega. en þá er líka svo brilljant að vera bara hei, okkur gerir þetta ekki saman okkur setja ekki saman fyrir Playboy. Greinilega komin einhver svona nýr heili inn í Playboy. Já, svona aðeins búin að svona ferskast upp með við þær árið 2020 eða 2019 þarna og Nákvæmlega. það er svo nöðsynlegt. Svo nöðsynlegt. En ég held að Playboy hafi einmitt verið tímaritið sem hefur pínu svona Staðan. Já, að þú veist, staðan og ekki, þú veist, þau hafa alltaf vaxið með tímabili sem er í gangi og við sjáum það bara út frá því hvaða cover þið velja. Vá, þetta get heitt núna, þetta get tísku núna, gerum þetta. Þannig að núna sjáðu, ok, hugsunarhátturinn hefur breyst. Já, en þau voru svona mikið bara eins. Já. Voru ekki að pæla í hugsunarháttunum, þannig að eins fyrir nú. Heldur það að breyst eftir að Hugh fór? Gæti verið að með tímalínuna, þá meikar það sens, sko. Það getur verið. Nei, ég veit það ekki. En ég held að hann sé alveg Er ekki svonur hann að segja fyrir þessu núna? Jú, ég held að hann allan að eigi þetta. Já. Hvort hann sé bara með ykkur aðra sem reka þetta. Já, getur vel verið. En þetta er allavega í takt við, þú veist, skilur, já, eða í daginn í dag, Þetta er aðeins meira í takt við daginn í dag.
aðeins meira. Það er ekkert afnægt, skilur bara ekki neitt. Ekki neitt. Bara allir gera það sem við Og vilja. það er heldur ekkert að því að kaupa sér þetta blað. Nei, Ef að, þú veist, ef að maður vill sjá þetta. algjörlega. Ég get lofa því, hefði ég verið á stað þar sem ég hefði getað keypt þetta blað þegar Kylie og Travis voru í því. Ég var til að þetta blað. Ég líka. Þess mér finnst þetta bara iconic. Já. En núna, þetta er líka, þú veist, þetta með Kylie, ég var til að skoða þetta blað bara til þess að sjá fallega myndir, sko. Lesa viðtali. Þú veist, hún og Travis var að taka viðtal við hana. Nákvæmlega. Ég ætla að lesa það. Já, það er ekki það. Meira svona. Meira svona. Meira svona. Takk fyrir. En hérna, creative samkvæmt, Google Translate er skapandi. Að sjálfsögum. En þetta er svona svo skrítið orð, eitthvað skapandi. Já, þetta er bara svona fyrir að Bara svona beinþýðing. Já, ég man ekki alveg orðið. En þið fyrirgefið það. Já. En þetta er mjög steikt. Listin er búin. Listin er búin, já. Með frægar konur. Það er náttúrulega ótrúlega mikið. En ég er með nokkrar Housewives, fyrir Housewives fans. Ok. Það er náttúrulega Lisa Rinna og Faye Resnick. Hún var ekki Housewife, en það er besta vinkona Kyle Richards. Og hérna, Faye Resnick er aðalega þekkt fyrir það, ef að ég má útskýra. Hún er aðalega þekkt, hún vinnur núna í dag sem innanhúsarkitekt og eitthvað slíkt, en hún er aðalega þekkt fyrir það að hún var besta vinkona fyrrandi eiginkonu O.J. Simpson, Nicole Brown, og þær voru bestu vinkonur. Þannig að þegar Nicole Brown var myrt og allt O.J. málið fór á stað, þá var Faye Resnick, besta vinkonunnar, mjög hávær og skrifaði ekki bók og skrifaði bók sem sagt Nicole og hún lét svolítið mikið flakki í þessar bók á þeim tíma hluti sem að, þú veist, öðrum fannst kannski ekki viðeigandi vera að segja þegar hún er nýdáin það er nýbúið að myrða hana en skiptir ekki máli, hún var að syrgja vinkonum sínu svona eða þú veist, þetta var hennar þerapía I don't know, en hún er svona aðalega þekkt fyrir það og hún var að pósaði fyrir Playboy alveg stuttu eftir mjög stuttu eftir og var mjög umtalað það var mjög umtalað, bara eitthvað svona ok, og varst ekki á bókum myrtu vinkonina, þau auðvitað græddi pening á því og svo situr þau fyrir á Playboy þá var hún einmitt ógeðslega mikið hot shot satt fyrir á Playboy og græddi pening á því þannig að fólk fannst þetta pínu svona hvað var það sem hún sagði um Camille hún sagði hvað var það morally corrupted það ekki? Já, eitthvað þannig morally corrupted Faye Resnick ég veit ekki, ég fíla hann í þáttunum og hún er okkur betra mannski í dag og fyrst en bara, maður veit aldrei vissulega var þetta kannski taktlust á þeim tíma það getur maður ekki skifað okkur það en ég meina, ég veit ekki ég hef enga skoðun á því en já, svo náttúrulega Camille Grammer hún er náttúrulega líka sittið fyrir og var að dæma Faye Resnick fyrir að hafa sittið fyrir sem er bara einmitt mjög, er það ekki að kasta steinum úr gleru sig en svo eitt sem kom mér óvart að Garcelle jú, hún var náttúrulega mjög frægt módel sko. ég bara sagði ekki hugmynd samt hún er bara ný komin inn í seríun sem ég er að horfa á bara nýstu seríuna en Garcelle ég tók bara, ég með svona nokkra aðra svona punta ég reyndi að finna út hvað Íslendingar hafa verið hafa verið sko Ásdís Rán satt fyrir búlgariska Playboy ok, ég vissi ekki að vera svona alls konar Playboy bara svona svo Vogue hún satt fyrir búlgariska Playboy árið 2010 ok og ég held að það hafi verið eitthvað aðra Íslendingar í Playboy, það er bara erfitt að finna þetta því að þú veist, bara erfitt að finna þessi gögn ok, vákæði verið til að fá eitthvað sem við sittum fyrir í Playboy og bara heitt hjú og allt það og maður gæti láta okkur vita ef þið þekki ef það mamma einu eða eitthvað ég mitt að vera geggjað, bara fá að vita svona allt processið, ég tók svona til smá process sem ég fann inn á WikiHow hvernig þú situr fyrir hvernig þú ætti að verða, hvað þarf það að gera til að verða Playboy bunny ok, sem er ok, þetta er bara inn á wikihow.com ég fyndi að þetta sé til þar það er greinilega allt í lagi að vera óléttur samkvæmt Lísa Rinna eða þú veist kannski ást Lísa Rinna ég líka uppbyrta líf það sem þú þarfst að gera er bara að finna út hvenær casting er og byrja þá að borða vel og æfa vel það verður mikilvægt að vera með gott figure sko fyrir Playboy þetta er það sem stendur hérna á síðan, ég er ekki að segja neitt sko nei, ég veit það þeir eru að leita af the sexiest girl around en það er með eitthvað sem við vonum að þeir breyti með sínu hugafari a sexiest girl þarf ekki að vera eitthvað sem er með einhvern ákveðin BMI stuðul skilur nákvæmlega sem er alltaf bara fárlegt að það sé þannig
En það sem þú þarfst að gera, er að finna fullkomna outfitið innan gæsalapa. Ok. Þú þarfst að vera með að gegja lingerie eða sundfett og hæla við. Og hæla við. Það er nöðsinn. Svo númer 4, get your beauty sleep. Ok. Þannig að bara svo vel kvöldi áður og fara í myndatökuna. Ok. Og það komið 2 skilríki. Ok. Sem var sannað úr sitt 18 ára aldrei. Gott. Eitt government issueað og annað bara eitthvað skilríki. Gott. Og númer 6, farðaði þig og gerði hárið þetta ára mætis. Less is more, segja þér. En samt sem að þú þarfst að krulla á hárið. Þú eru allir á með krulla hár? Já, það standir krulla á hárið. Spes? Já. Ok. Já. Allavega, næsta bara að vera ready þegar þú mætir og vera með skilríkin og vera bara eins og viti nákvæmlega hvernig þetta allt virkar til þess að vera bara on point, skilur. Ok. Og bara fara í fötin eða nærfötin og slopp og býða alltaf að taka myndir. Myndatakan tekur cirka 15-20 mínútur. Ok. Senast skrefið, númer 8, bara vera þolinmóð og býða símtali. Ok. Getur tekið 4-6 vikur. Getur tekið 4-6 vikur? Já, og þú mátt ekki hringja ef þeir eru ekki búin að hringja. Nei, ekkert vera því. Þú mátt ekki reka eftir. Þeir taka ekki við henni símtali. Þeir bara svo að finna hvað þetta er mikið process. Já, bara vá. Þú getur bara, líka elskar hvað mikið hái, bara eitthvað geðvitt, bara dýrkvæmt. Elskar líka að sé bara eitthvað myndir, skilur, hvernig þú átt að gera allt, bara svona pósa og það er svona gæla sem er hér, skilur, svona pósandi. Já, svona how to, geggjað. Gott, það getur verið heim og æft mig. En það er líka að það getur gegnum netið, allt þetta. Þú getur sótt gegnum netið. Já, flott. Svona sérstaklega á þessum tímum sem við lifum á núna, þannig að það ætti ekki að vera fyrir neitt að sækjum núna. Við getum bara sótt Já, þar þú eru 18 ára, þannig að please be 18. Já. Við náttúrulega spurðum líka líðin. Já, áður og fyrir það, þá ætlum ég að tala um að því við vorum að tala um að vera 18 ára. Veistu hvað yngsta fyrirsæta sem hefur verið í Playboy er gömul? Nei, ég vona hún sé 18. Nei. Hvað er hún? Þetta er frönsk leikona sem heitir Eva Lonesco. Ok. Og frönsk leikona módel og hún var dóttir, aldrei hann er að koma, ég veit ég er ekki búin að segja hann, en hún var dóttir mjög fræg, þú veist, mammanar var mjög fræg svona Romanian frá Rúmeníu og Frakklandi ljósmyndari, mjög fræg ljósmyndari og hún heitir Irena og hún sem tók myndir af dóttur sinni 8 ára. Ha? 8 ára. Ha? Já. Nei, myndirnar voru stendur hérna 11 ára en ég held að myndirnar hafi verið teknar þegar hún var 8 og svo birtar þegar hún var 11. Hvað? Hvernig myndir eru þetta? She's the youngest model ever to appear in Playboy nude pictorial. Oh my god. Já. Og ég googlaði þetta og ég sá þetta er alltaf barn sem er ekki komið á kynþroska. Nei. Þannig að bara þetta er fáránlegt. Hvað ára þetta? Og það blaðið, stendur hérna age 11 ég að mér skildi samt að hafa það er samt ekki að skára? Nei, skiptir engum mál 8-11, skilur, whatever þetta er fucking slæmt þetta kom október 76 Almáttur. Og var þau skefið út í ítalska editioninu af Playboy. Guð góður, ég er áfalli ég held þú verður að fara að segja 16 ára og ég var að fara að sjokki. Ég veit það. En 2012 þegar hún er augljóslega bara fullorðin hún Eva, hún kærði mömmu sína. Já, skiljaðlega. Já, fyrir að taka þessa myndir af henni og hvað þá? Selja þær. Í líka bara svona Men Entertainment blað fyrir Já, algjörlega. Þetta er ekki þessu tóttu átt að vera eitthvað rosa arti mér alveg saman, sko. Og manneskjan hefur ekki vitað að segja nei, skilur þú er bara þorið ekki. Þetta er líka mamma þín að taka þessa myndir. Ræðilegt. Hvað er það að pæla? Sjokki. Bara, þú veist, hversu langt ætlar að ganga fyrir listina? Hvað er að þér? En hún kærði mömmu sína fyrir þetta en hún náði ekki í gegn hún var með nokkuð svona claim flestar voru bara svona neitaðar en hún fekk þó eitthvað pening sem svona bara svona sárabætur í rauninni. Hún hlýtur að vera ekki í góðu sambandi með mömmu sína. Nei. Ég veit að þetta er svolítið heavy en bara langar að taka þetta fram að því að þetta er bara ógeðslega áhugavert skilur áhugaverð punktur að því að í rauninni þarna er það ekki Playboy sem tekur þessar myndir
þú veist, ég er ekki að segja að Playboy sé eitthvað skárra fyrir að samþykkt að gera þetta, en það sem skilur blew my mind var það að þetta var mamma hennar. Það er bara galið. Crazy. Ég er bara í áfalli, sko. En já, við spurðum Líðin á Instagram. Já, við spurðum Líðin. Hvort að... Já, hvað spurður þau? Ég spurði, myndir þú sitja fyrir hjá Playboy ef þú fengir tækifæri til þess? Og það var hægt að svara já eða nei. Já. Og hvað heldur þú að sé algengast að svarið? Ég held að já. Já. Eða ekki? Jú, 57% segja já, 43% segja nei. Já. Myndir þú gera það? Sko, já, ef þetta væri sett upp svona eins og, ég veit ekki, Kylie og Travis gerðu þetta. Já. Já, þú veist, annars hjúts að fá tækifæri, skilur við? Já, ef þetta væri, ef þetta væri svona, já, eins og þau voru, svona smekklegt og bara dýtir sem þau fengu. Nákvæmlega. Bara, við stjórnum þessu. Nákvæmlega. Já, þá myndi ég. Já. En þú? Já, ég held það. Það ekki? Með sömu, fyrirmælum. Já, með sömu fyrirmælum. Að mig ráði sér alveg sjálf og bara, why not? Já, why not? Ég held að það sé alveg, þú veist, öll líka bara hvað fara út í. Já, geggja myndir þar. Nákvæmlega. Bara flotta myndir. Geggja myndir sjálfur, þannig að why not? Nákvæmlega. En þú veist, bara líka að tjekka hvað svona meðal aldurinn á svona playmates eru. Já. Það er svona bunnies. 21-22 ára. Já, það eru svo ungar, sko. Það er alveg ungt. Já, ég fann bara svona heimildir sem sýndu alla kærustu Hugh-Hefner. Já. Það var langur listi, þú veist, ég var ekki að hugsa þetta fara eitthvað lesa hann upp eða skrifa niður eða eitthvað slíkt. Svo bara nei. En hann átti alltaf kæristur sem voru svona playmates. Ekki alltaf, hann átti náttúrulega einu svona konu eignast barn með henni, en það endist eins og það endist. Það er 3 sinnum verið underaged playmates. Samt sem aður. Og hvað er það? Þá 17 ára eða eitthvað slíkt? Það er ekki tekið fram. Ekki tekið fram? Nei. Og 16 sem að vera yfir 30. Ekki margar. Þetta er náttúrulega, þú veist, samt að 16 skilur. Já, þetta er náttúrulega fáránlegt, en líka bara það, þú veist, eins og vorum að tala þegar maður sá þetta á sínum tíma, þetta var bara eins og það var eitthvað köld. Já. Sorry, skilur. Smá. Þetta var bara risastórt hús og það leita, og allan í þessum þáttum var alltaf svo gaman og það var sundlaugapartí og það var þarna og svo voru þar 3 kæristurnar hans og... Aðalkæristurnar. Já. Er það ekki? Jú. Minni það. En svo voru allt fyllt af öðrum og allt svona casting calls fyrir nýjar og... Svo skrítið. Þetta er svo skrítið þess að þegar mér finnst þetta bara eins og þetta var þá, ég veit náttúrulega ekki hvort að þetta sé en þau gangi, því ég held ekki því ég held að sonur hann sé ekki eitthvað að eiga kæristur þarna núna. Nei, ég hef bara ekki hugmynd um það, en ég veit ekki hvernig það virkar núna. Kannski er það samt ennþá playmates sem kannski eru bara ekki kærustar. Já. En mér fannst bara ekki að skrítið alltaf eitthvað svona, þú veist að það byggu ekki að marga stelpur saman á einum stað og vildu allar þennan eina mann. Það var svolítið alltaf úslega gaman hjá þeim og bara eitthvað. Og svefnherbergin þeirra, mannst eftir þeim. Nei. Ég man bara eftir þeim úr þáttunum, öll bara ekki að bleik og þetta var ekki svona bara eitthvað svona high school-legt. Mjög svona sorority-legt úr svona bíómyndum. Já. En ég held að það getur ekki verið allar fáið svona fín herbergi, eða hvað, kannski. Ekki hugmynd. Ég veit að það er ekki allar heima aðal. Já. Það eiga, þú veist, alltaf þess að 3 allan á þeim tíma sem við vorum að horfa þá áttan hann að 3 og þær voru aðal. Holly, Bridget og Kendra. En Holly var samt aðal. Já, hún var svona main. Og ég held að hann hafi meira þess að, þú veist, hann hafi ætlað eitthvað svona að giftast henni eða eitthvað þannig. Já. En eftir það, þau voru sko saman þau voru eitthvað saman í kringum 2005 til svona 2011. Svo byrjaði hann að deyta hann Hugh, þá var hann með 20 ára tvíburum. Bákum mér á mér í þetta. Já, þær komur sérst líka fyrir á síðustu seríu á Girl Next Door. Hvað hétu þær eftir? Þær heita Carissa og Kristína. Já, alveg. Og já, en tvíburar. Þær voru þær ekki líka í seríunum? Jú, þær voru í Final Seasons. Já. At the same time, þá fór hann líka að deyta Crystal Harris sem varð síðan hins 3. konan hans. Já, ok. Hann hefur gifst 3 svar. Þú hlýtur að vera eitthvað mjög sérstaklega að hann giftist þér. True. Og með þetta og með hvað nátt margar konur eða kerstur. Já. En hvort heldur þú að sé fleiri ljósar eða dökkarar playmates? Ljósar. Fleiri dökkarar. Það? 48% brunettes, 47% blondes.
og ég alltaf gíska á blondes bara því að kærastuna hans hafa alltaf verið ljósarðar eða svona í mestu magni. Já, það eru oftast favoritaðar, þessi ljósarði. Já. Playmate of the Year er 90,7% blondes. Já, ok, Playmate of the Year, já. Hérna, líka bara segja við konuna hans, hérna, Crystal Harris, sem hann giftist, hérna, eftir hann dó, af því að hún var gift honum þegar hann lést, þá hún Instagraminu sínu og Twitterinu sínu og hefur bara eiginlega ekkert verið í sviðsljósinu, en hún erfði ekkert. Oh my. Út af hérna... bara prenup. Prenup. Þannig, já. Þá var þetta bara ástöða ekki hjá henni. Ég bara, fyrst vonandi. Við vonum það náttúrulega. Alla þær hafi bara verið svona ótrúlega ástfangnar af honum og hann hafi verið bara svona æðislegur. Já. Við veitum það ekki. En þetta var góð umræða. Það er alltaf gaman að tala um hérna svona málefni. Já, true. Þetta var skemmtilegt. Þetta var skemmtilegt. En þá bara sjáumst við á 5. dag. Já. Það ekki? Já. Takk fyrir að hlusta.